Í síðara Tímóteusar bréfi, 1. kafla 7. versi segir: Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Hvert líffæri líkamanns var gert til að vera þjónn hugans. Heilin er höfuðtól líkamanns, sæti alls máttar taugana og andlegra starfsemi. Taugarnar sem ganga út frá heilanum stjórna líkamannum. Andleg áhrif eru flutt eftir heila taugunum til allra tauga líkamanns eins og eftir símavýrum. Og það stjórnar lífsnauðsynlegum athöfnum hvers hluta líkamskerfisins. Öll hreyfi líffærin stjórnast á boðum þeim sem þau fá frá heilanum. Heila taugarnar sem eru í sambandi við allt líkamskerfið eru eini milliliðurinn sem himinin getur notað til að komast í samband við mannin og til að hafa áhrif á innsta líf hans. Hvað sem truflar rafstraumsins í taugakerfinu dregur úr lífsþróttinum og afleiðingin er sú að það dregur úr næmleika hugans. Hvaða hluti líkamann sem ekki er meðhöndlaður með gætni sendir skeyti meinsitt til heilans. Það er ekki aðeins forréttindi, heldur heilug skylda allra að skilja lögmál þau sem Guð hefur sett líkömum þeirra. Þau skilja fyllilega mannslíkamann, munu þau leitast við að gera líkama sína undirgefna hinum göfgari hæfileikum hugans. Þau munu skoða líkamann sem undursamlega byggingu sem mynduð hafi verið að hinum óendanlega hönnuði og sett undir þeirra umsjá til þess að varðveita þessa 1000 strengja hörpu í samræmdu starfi. Til þess að takast vel í hinu kristna lífi er afar mikilvægt að þroska heilbrigðan huga í heilbrigðum líkama. Samræmd, hraustleg starfsemi allra hæfileika líkama og huga hefur hamingju í för með sér. Því göfgari og fáaðri sem hæfileikarnir eru, þeim mun hreinni og sannari er hamingjan. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis. Óttaslegin huglaugs andi, eða að vera hræddur við menn eða djöfla, hvað þeir munu segja eða gjöra, og að láta hugfallast af þeirra völdum og þannig hrökkva tilbaka eða fælast frá verki Guðs. Predikun fagnaðar erindisins, andmæla villum falskennara og ávita menn fyrir syndir þeirra og sinna öðrum hlutum þjónustu starfsins. Slíkur andi er ekki frá Guði og slíkur ótti kemur okkur í snöru óvinarins. Heldur anda máttar. Slíkur er andi Guðs, eða eins og segir í Lúkas 24:49, verið þér kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Hugur þjóna Krist er styrtur gegn smánun og ofsóknum hans vegna og styrtur til að standast freistingar Satans, þola hörku sem góðir hermenn Krists. Fyrir andan eru menn hæfir gjörðir til að takast á við sérhverjar rangfærslur falskennara og til að gjöra vilja Guðs. Heldur anda kærleiks, kærleika til Guðs, Krists og kirkju hans, sem er ávöxtur heilags anda. Og þeir sem hafa slíkan kærleika leita ekki eigin hagsmuna og heiðurs, heldur dýrðar Guðs og hagsmuna Krists, með slíkan anda að vopni. Og þegar fólk Guðs er rekið áfram af slíkum kærleika, verður það ekki auðveldlega beitt af andstæðingum sínum. Heldur anda stillingar eða aga eða sjálfstjórn, sem einnig væri rétt þýðing. Agi varðandi meginreglur og kenningar fagnaðarindsins og sjálfstjórn sem sýnir sig í skynsamlegri framkomu og hegðun, í hófsemi, hreinleika og heiðarleika. Allt sem táknað getur með þessum orðum sem hér eru notuð. Og þeir sem hafa slíka tilhneigingu og eiginleika frá Guði munu ekki auðveldlega víkja fyrir óvinum trúarinnar eða hafna skyldu sinni af ótta við aðra.